Já, góðan daginn, góðir tölvu áhorfendur. Nú fer að hefjast leikur KFÍ gegn Breiðablik. Þetta er hljóðið langt á eftir. Já, ég ætla að telja hér upp liðskipan liða dagsins. Það eru fyrst gestirnir. Það er Breiðablik, það er númer 5 Trausti Jóhannsson, númer 6 Helgi Ólafsson, númer 8 Aðalsteinn Pálsson, númer 9 Oddur Jóhannsson, númer 10 Jónas Ólafsson, númer 11 Þórólfur Þorsteinsson, númer 12 Guðjón Magnússon, númer 13 Þorsteinn Gunnlaugsson, númer 14 Lárus Arnarsson, Leifur Arnarsson og númer 15 Elvar Traustason. Þjálfari er Bojan Desnica. Nú liðið KFÍ er þannig skipað í dag að númer 4 er Pansi Líevski, númer 6 Íran Þórisson, númer 7 Hjalti Már Magnússon, númer 8 Þórir Guðmundsson, númer 9 Baldur Ingi Jónasson, númer 10 Guðni Guðnason, númer 11 Bjarni Valgeirsson, númer 12 Svestan Dragolovic, númer 12 er Svestan Dragolovic, númer 13 er Florencio Calderón, númer 14 er Bojan Popovic. Þetta er hans fyrsti leikur hér á Ísafirði. Hann hefur verið í meiðslum. Númer 15 Þórarinn Ólafsson og þjálfari liðs KFÍ er Borsi Líevski. Nú dómarar í leik eru þeir Björgvin Rúnarsson og Ingi Magnús Ómarsson. Þá er allt klárt frá okkur. Við munum koma hér inn á eftir í fyrsta timeoutinu með spurningu dagsins í hálfleiksleiknum okkar og síminn hjá okkur til þess að senda okkur SMS er 8699008 8699008 og endilega svona sendu okkur skeyti svona við og við, sérstaklega ef það er ekki allt í lagi þá endilega benda okkur á það. Við munum taka það og við reyna að leiðrétta eins fljótt og hægt er. Þá er allt tilbúið hér á jakanum. Björgvin Rúnars valhoppar hér út á gólfið og byrjunarlið KFÍ í dag eru Þórir, Seko, Panse, Bjarni og Bojan. Hjá gestunum er það Leifur Arnarsson, Aðalsteinn Pálsson, Þorsteinn Gunnlaugsson, mér sýnist þetta að vera Oddur Jóhannsson, Trausti Jóhannsson og síðast en ekki síst Þórólfur Þorsteinsson. Þetta er byrjunarlið beggja liða og þá hefst leikurinn. Og það eru Ísfirðingar sem að ná valda á knettinum fyrstu sókninni. Það er Þórir sem brunar upp og fer í auðvitað og skorar. 2-0, fallegt, hálfsofandi, blikarnir ennþá í vélinni kannski. En það er Leifur sem að svarar 8 sekúndur síðar fyrir Breiðablik og staðan 2-2. Þórir, Panse og Bojan og Seko. Panse í 3 stiga skot. Hann hittir ekki en Bjarni nær frákastinu og þeir stillu battur. Panse. Bjarni. Fallegt skot. 2 stiga hittir 4-2. Blikarnir bruna hér fram. Gjöfunaleg. Fallega gert hjá þeim. Aðalsteinn Pálsson skorar hér. Jafnar 4-4. Einmyndabúna leiknum. Þórir kemur upp. Panse stillir upp. Þórir. Seko. Bjarni Valgeis. Panse kemur inn upp á lykilinn. Hér var Þórir í 3 stiga skot. Hittir ekki, en það er Bjarni sem tekur frákastið. Glæsilega gert hjá honum. KFÍ á boltan. Staðan 4-4.
1,5 mínúta búin að leiknum. Bojan gefur á Bjarna. Einhver misskilningur á ferðinni. Bjarni ætlaði að henda þarna Bojan. Bojan var ekki vakandi og boltinn út af. Og Blikarnir setja upp, koma hér upp völlinn. Það er Jónas Ólafs. Hann stillir. Þorsteinn. Trausti. Þeir missa boltan út af. Aðalsteinn missir boltan út af. Og það eru KP-menn sem koma hér upp. Þórir. Seko. Eitthvað frosnir þarna eins og Freyr Nísa, eins og við myndum segja gammal lýsingu. Og Blikarnir komast inn í sendinguna, það er hraðarhlaup. Aðalsteinn fyrir upp. En Þórir stoppar hann. Og hann fyrir væntanlega á vítalínuna. 2 skot. Trausti fyrir á skotinu. Það fyrir öruglóni. Gestin komið við 5-4. Seinna skotið. Og það er Ratar sömuleið og staðan er 6-4 fyrir Breiðablik. Þarna átaka pressuvörðina, kannski full á gengnir. Trausti fær dæmd á sig villu. Það komið battur Pansi og Þórir. Þórir í gegn og skorar. Fallega gert hjá honum. Jafnarleikinn 6-6. Þórólfur. Góð skrýning. Kemur upp á teginn inn á Þorsteinn. Þorsteinn fyrir gegn. Gefur út á Leif og Leifur skorar þriggja. Fallegt. 6-9 fyrir Breiðablik. Breiðablik 3 stigum yfir og 2,5 mínúta búin að leiknum. Seko, Panser. Setja þær upp í kerfi. Bojan kemur upp. Seko í þriggja. Hlýtur á hróni. Nei, hlýtur ekki. Það er hlaup í vörn. Þorsteinn. Trausti. Þorsteinn aftur. Þorsteinn. Þeir stila boltana. Bjarni stila boltana fallega. Gefur á Pansi. Pansi. Þórir upp. Það eittir ekki. Þetta veit að það má ekki sjást ykkur upp. Eittir ekki, Blikarnir koma hlaupandi hér upp. En þeir róa þetta niður, setu. Þórólfur. Leifur. Fallega gert. Jónasi. Aðalsteinn yfir ekki, það að ruggla mig hér nöfnunum. Aðalsteinn upp í skotið og hittir. Fallega gert hjá honum. Blikarnir komið 5, segja voruðu. 11-6. Tæpar 4 mínútur búin að leiknum. Pansi setur upp. Þetta er mjög styrkt hjá Íslendingum. Ekki alveg að láta þetta ganga nógu vel. 6 sekundur eftir að klukkunni. Þórir fær þrýst. Jú, hann hittir. Mingamenninni í 2 stig. 11-9 fyrir Blikana. 5 mínútur rúmar búin að leiknum. Þarna munaði litlu. Aðalsteinn sækir að körunni, fallega gert hjá honum. Óöppið með skotið þarna. Inn á boltanum í hraðarhlaup. Þórir stoppar Pansi. Og Pansi gefur hann beint hendurnar á Þorsteini. Og þinn á hraðarhlaupi. Og það er Þórólfur sem skorar. Ekki! Æjæjæj! En Þorsteinn að frákastunni hittir ekki heldur. Þetta var svakalegt maður. Það geta vist allir. Það geta allir skeikað. Þó þessi alveg upp við kuna og þeir geta sparkað hérna en ekki fór svo núna. Mistök er einkennandi hjá báðum liðum í byrjun leiks. Greinilega 2 lið sem ætla ekki að gefa nokkuð skapaðan hlut. Þarna eru einum og seinara hlaupi gegnum þessi kerfi sín Íslendingar. Þetta er ekki alveg að gefa sig. Þannig að þeir henda boltana frá sér og Blikarnir fá boltan.
Og það Þórólfur kemur hérna, gefur hérna á leið. Fallegur snúningur í leið, auðvitað. Moni, nei, hittir ekki opinn. Fallegur snúningur í honum. Fanse stillir upp. Mikil barátta á milli Þorsteins og Bojan. Bojan tekur skotið og hittir. Fallega gert. Og Bojan komin á blaði hér á jakanum. Fyrstu 2 stigin hans. Blikarnir fljótir að koma upp aftur. Þorsteinn. Og gefur þetta Aðalsteinn. Tekur skotið og hittir. Aðalsteinn er mjög kraftmikill gaur. Fer hér mikið í byrjun leiksins. Þannig 13-11 Breiðablik í vil þegar að 6 mínútur eftir eru búnir af fyrsta fjórðung. Seko fær boltan, ætlar að gefa hann mjög klaufaleg sending hjá honum fyrir allan Hrísvíkinga. Hann gaf hann mjög fallega beint á Breiðablik sem eru komið hér upp. Þorsteinn, Leifur, þrýst. Eittir ekki, Bojan tekur frákasti. Fanse setur aftur upp. Þetta er mjög kærlislega gert hjá hann. Bojan tekur skotið, hittir, fallega gert. Já, þeir eru ekki alveg að henda boltanum á milli sín með fullri einbeitingu hérna í byrjunni. En, það er jafnt, hér 13-13. 13-13 og uppkast. Og meðan ég var að bulla hérna þá tók Aðalsteinn hálf skot. Hann hitt ekki. Bjarni fór í frákastið ásamt einhverjum í grænliðinu. Ég tók ekki alveg eftir hver það var. Og það var dæmt uppkast. Og ég held að KFÍ er boltan. Nei, Blikarnir er boltan. Hálfleiksspurningin okkar er úr NBA-deildinni. Við viljum fá svar við þessari spurningu í hálfleik. Þess vegna heitir þetta hálfleiksspurningin. Hún kemur síðar. Við erum ekki alveg tilbúinir að setja hana á skjáin alveg strax. Ætlum við setjum hana ekki á milli annars og þriðja leikluta. Fyrsta og annars leikluta segi ég. Nú, það sem er búið að gera hér er þetta að hvort liðum séu búin að skora 13 stig. Það er búið að vera mikið um feilsendingar hjá báðum. Það er lítið meira hjá Ísfirðingunum, ekki alveg að gangi eins og smurðvél. Þess maður geta að þetta er fyrsti leikurinn sem að Borse Iljevski stjórna liðinu, en hann tók við þjálfarastöðunni eftir að Baldur lét af störfum fyrir rúmri viku síðan. Og sko honum allsins besta. Nú Blikarnir þeir byrja á því að henda bara boltanum út af. Þeir eru ekki verið tilbúinir að stoppa, en Baldur var næstu búinn að henda því út af fyrir Ísafjörð, þannig að þetta var nokkurnu 50-50. En þeir eiga boltan. Það er Baldur sem tekur boltan inn. Og gefur hann að Fanse. Fanse er gríðarlega góður leikstjórnandi. Nei, jæja. Svona gerast mistökin. Þetta var alveg greinilega af Blikanum og út af. En við erum bara hérna, við erum svo kallaði stúkudómarar. Við getum sett út á þetta, en það er ekki okkar að dæma. Hér. Hérna var Aðalsteinn Pálsson ábyggilega allt á auðvöldu færi. Hann fekk ekki neitt fram með sig og skaut og það var bara airball. Og Ísfirðingarnir eiga boltann inn undir körfu. Það er Baldur sem hyggst taka hann inn. Þeir eitthvað er í smá vandræðum með að losa strákana af sér í pressunni hérna. En þarna kom það. Þarna var villa. Þarna hjólaði Þórólfur Þorsteins í Bojan. Eða þannig. Bojan ég lætu alltaf bara sjálfa sig, en samt á þetta til á þetta. Það er Þórir
Þórir dræfar upp á körfunni, hittir ekki og Blikarnir eiga boltann og það er dæmt tæknivíti á bekkinn hjá KFÍ. Já, ok. Það hefur verið dæmt tæknivilla á bekkinn, þjálfarinn eða bekkinn, ég veit ekki hvor það er, en Björgvin er alveg örugglega með þetta á hreinu. Þeir eru bara að læra að ship it, eins og þið segja á slæmri ensku. Hér spilum við körfubolta, við erum ekki að reyna að breyta leiknum á bekknum með einhverju kjaftagang. Og Blikarnir skoruðu örugglega úr þessum 2 skotum og eiga boltann inn á miðju. Staðan er 13 fyrir Breiðablik þegar 2 mínútur rúmar eftir að fyrsta leikluta. Hér kemur Þórólfur Brunarinn upp, gefur á Leif sem fer í skot en hittir ekki alveg gjörsamlega frýr undir körfunni. Og hinum er það Bjarni sem fær boltann og skorar þetta